Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Já, komið í sæl. Við höldum áfram með rauða þráðinn þar sem frá var horfið og næsti kafli í bókinni, Blóðsáttmálinn, þriðji kafli, heitir Guð leitar sambands við jörðina. Í ljósi þess sem sagt hefur verið ævaforna blóðsáttmála höfum við ástæðu til þess að ætla að þessir sáttmálar eigi upphaf sitt í því sem gerðist í aldingarðinum Eden. Hversvegna gerði Guð heit sáttmála við fyrstu mennina og hvernig staðfesti hann þennan sáttmála? Við skulum vera þess minnug að þegar Guð hafði skapað mannin til að lifa í heiminum sem hann hafði fyrir búið honum, tók drottinn Guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Þetta þýddi að Guð gaf manninum konunglegt vald og fullkomna stjórn á verkum handa sinna. Við ýkjum ekki þegar við segjum að Adam hafi líkst Guði á jörðinni. Hann ríkti yfir reikistjörnin í jörð. Honum hafði verið gefið vald til þess og honum hefði verið gefnir hæfileikar til þess. Guð skapaði hann. Þú lést hann verða litlu minni en Guð, segir í Davíðssálmi 8. Og svo með sæmd og heiðri krýndirðu hann. Þú lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, allt lagðir þú að fótum hans. Og næsta undir fyrirsögn tvenns konar dauði. En Satan var ekki aðgerðalaus, heldur skipulagði hann eitthvað annað. Hann hafði ekki sjálfur aðgangað Eden, en heppnaðist að fá eitt af hinum fallegu sköpunarverkum jarðarinnar á þeim tíma til að samstarfs. Með hjálp höggormsins tókst honum að fá bæði Evu og Adam til að eta af ávextinum forboðna. Guð hafði gefið Adam eitt boðorð áður en Eva kom til sögunar, eitt skilyrði fyrir áframhaldandi lífssamfélagi við hann. Hann hafði sagt: Adam, þann dag sem þú etur af þessu tré, skaltu vissulega deyja. Adam át, en hann dó ekki. Hafði Guð gabbað hann? Nei, Adam dó raunverulega. Hann dó andlega. Í sænsku þýðingunni dauði þarna í fleirtölu. Það var tvenns konar dauði sem byrjaði að ríkja á sinn hræðilega hátt á jörðinni. Adam dó andlegum dauða. Guð lífið, hið eilífa líf, og ef þú ert ekki í sambandi við lífið með stórum staf, þá ertu undir veldi dauðans, þó svo að þú sért áfram lifandi líkami. En hitt líka rétt að þegar þú átt lífsamfélag við Guð, þá lifurðu eftir að líkaminn deyr. Þess vegna sagði Jesús: sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja, í Jóhannes 8:51. Adam hélt ekki boð Guðs, þess vegna rofnaði lífsambandi við Guð. Það var vegna þessa lífsambands sem Guð gat gefið Adam hið konunglega vald í lífinu, guðdómlega hæfni til að ríkja með yfirnáttúrulegum vísdóm og krafti. Orð Adams voru andi og líf, orðin sem gengu út frá munni hans fengu heiminn til að virka á guðdómlegan hátt. En nú var þessu lokið, þó svo að hann lifði áfram líkamlega. Guð lífið og utan við orðans, logos, verður ekkert líf og ekkert skipulag í því sem gerist. Þegar Adam syndgaði gegn eina boðinu sem Guð gaf honum, fannst honum hann vera nakinn. Sæmdin og heiðurinn voru horfin og hann langaði til að fela sig, læðast undan augnaráði allra þó einkanlega augum Guðs. Guð varð að hrópa á Adam vegna þess að hann bauð hann ekki velkomin eins og venjulega þegar dagurinn varð svalari og bauð upp á samverustund. Syndaranum finnst hann alltaf nakinn og flóttalegur fyrir augliti Guðs. En Guð lét ekki Adam og Evu verða illum örlögum að bráðum alla eilífð. Hann sneri sér að þeim sem dróðu á tálar og sagði: fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Þetta í 1. Mósebók 3:15. Með þessum orðum gaf hann til kynna að nýr Adam myndi koma til jarðarinnar, sem myndi endurheimta valdi frá Satan, jafnvel þó það kostaði þjáningar, sting dauðans í holdið. Og taki eftir því að Guð talar sæði konunnar. Hvað merkir það? Vitum við nokkur dæmi þess að einhver hafi fæðst af sæði konunnar?
Nei, hér segir Guð að einhver muni fæðast með yfirnáttúrulegum hætti. Hann talar meðfæðinguna. Hinn síðari Adam mun visslega fæðast með svipuðum hætti og annað fólk, en ekki á sama hátt, því hann mun fæðast að ofan og kallast þar af leiðandi sonur Guðs. Guð lætur syndarana lifa, en Guð gerir annað að auki, eitthvað raunverulegt og áþreifanlegt. Hann lætur syndarana lifa. Þó svo að laun syndarinnar séu tvöfaldur dauði, fá þeir að lifa með því að saklaust dýr gefur líf sitt, blóð sitt í stað Adams og Evu. Og það er kannski ykkur að velta fyrir sér þessu með tvöfaldan dauða. Jú, það dó þetta andlega líf og samfélag sem hann átti við Guð og síðan fóru þau smám saman að deyja líkamlegum dauða. Eða líkamina hrörna, getum við sagt. Guð, hann gerir meira að segja föt úr skinni dýrsins og hylur þau sem hafa tapað dýrðaklæði sínum. Nekt þeirra er hulin. Þetta er heit sáttmáli í blóði og þýðir eftirfarandi: þetta eru ekki raunveruleg klæði, þið eruð ekki sköpuð til að líkjast dýrunum, en ég mun koma aftur og mun senda einhvern sem mun gefa ykkur réttindi til klæðaréttlætisins, dýrðar klæðanna. Og í fyrirbæn Jesú í 17. kaplanum í Jóhannesi segir hann: og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér. Guð gat ekki fært þau inn í samfélag við sig að nýju fyrir en hann var búinn að brjóta vald djöfulsins á löglegan hátt. Þá gætu þeir endurvitkast og losnað úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gjöra hans vilja, stendur orðrétt í 1. Tímóteusbréf 2:26. Til þess að Guð gæti endurleist mannin og endurreist guðdómlegt skipulag sitt á jörðinni var það friðþægi fyrir syndina. Biblían kennir okkur að synd verði ekki fyrirgefin nema að blóðið sé úthellt. Guð varð að finna einhvern sem var réttlátur og reiðubúinn til að úthella blóði sínu og friðþægja þannig fyrir syndir Adams og Evu og syndir alls mannkynsins. Guð varð að byrja upp á nýtt. Hann varð að senda nýjan Adam til jarðarinnar. Hinn síðari Adam varð að vera slíkur að hann félli ekki þegar djöfullinn freistaði hans og hann varð að vilja deyja fyrir Adam, en synd hans leiddi til falls heimsins frá Guði. Já, hinn síðari Adam varð að vilja að hann yrði gerður að synd, vilja úthella blóði sínu fyrir hinn fyrsta Adam og sæði hans og leysa þannig ættina undan valdi syndarinnar. Til að þetta geti orðið var að leysa stórt vandamál. Hvaða vandamál? Jú, Guð gat ekki skapað nýjan Adam úr leiri jarðar á sama hátt og hinn fyrsta Adam. Þá hefði hann fyrst þurft að vinna jörðina tilbaka, en það gat hann ekki gert því að hann hafði þegar gefið hann Adam sem svo hafði afhent Satanana. Þetta er vandamál Guðs, jörðin tilheyrði honum ekki, hann gat ekki á löglegan hátt gert hinn nýja Adam úr leiri jarðar, leirin var undir bölvuninni. Hann var á valdi þess sem Adam hafði gerst undirgefin. Satan gat þá þegar sagt það sem hann síðar sagði þegar hann freistaði hins síðar Adams, freistaði Jesú í eyðimörkinni, því að mér er það í hendur fengið, altså vald yfir jörðinni, og ég get gefið að hverjum sem ég vil. Þetta er í Lúkas 4:6. Heimurinn breyttist mikið eftir þessi valdaskipti. Við getum ekki sakað Guð það sem fylgdi í kjölfarið, hungur, fátækt, styrjaldir og svo framvegis. Það var á engan hátt í áætlun Guðs að glundroði, hatur, sjúkdómar og annað því líkt kæmi upp á meðal mannanna. Við vitum hver er ábyrgur fyrir hinnu illa. Óvinnur hefur gert þetta. Og svo er hér síðasta undirspyrirsögn í þessum kafla: jörðin er nýlenda fyrir fólk. En strax eftir fallið lofaði Guð að senda nýjan Adam með leynilegum hætti og hann skildi endurreisa réttlætið. Til að þetta geti gerst varð Guð að fá löglegt samband við jörðina. Hann varð að finna mann sem hann gat gert sáttmála við. Fólkið á jörðinni átti rétt á því að vera þar. Guð varð því að finna einhvern á meðal þess sem hann gæti gert sáttmála við, sem fæli í sér að allt sem tilherið þessum manni myndi einnig tilhera Guði. Þetta gæfi Guði löglegan rétt til að starfa á jörðinni. Sem aðili að sáttmálanum var hann skyldur að vera persónulegur Guð þessa manns. Hann varð að geta sagt: ég mun verða Guð þinn og þú skalt verða þjónn minn. Við vitum að hugmyndin sáttmála var til á jörðinni. Fólk skar blóð sáttmála hvert með öðru, sem þýddi að það skiptist á eignum og skuldum og lofaði hvert öðru órjúmanlegri tryggð, allt til dauða. Guð leitaði að slíkum félaga, manni sem hann gat treyst, sem vildi gera sáttmála við hann.
Við verðum að gera okkur grein fyrir því að jörðin er nýlenda fyrir fólk. Hún er ekki staður fyrir Guð, jörðin er formuð, sköpuð og útbúin fyrir fólk. Þú verður að vera maður til að hafa vald hér. Guð stefndi sem sé að því að gera blóðsáttmála við einhvern mann til að hann öðlaðist sama umboð og viðkomandi hafði sem löglegur ríkisborgar og reikistjörnin í jörð. Og hann, þar segja Guð, hefur veitt honum, Jesú, vald til að halda dóm því að hann er mannssonur, stendur í Jóhannes 5:27. Og í næsta lestri þá munum við svo fylgjast með því þegar Guð finnur sáttmálabróður, mann, til að gera sáttmála við og geta þannig komið áformum sínum í verk til að endur vinna mannin. Guð blessi ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.